Næstur. Jaha. Hvað gerir? Jæja, böða minn, sko, hvað segirðu gott gallinn? Ég segi allt baka. Sko, nú verðum við að tala þetta, sko. Nú, bara með skólagönguna, þú skeist náttúrulega alveg hrikalega á þig þannig í fyrsta bekk, en svo í öðrum bekknum þá svona skemmtur aðeins, en alltaf niðurleið núna þegar þriðju bekkum kom, skeist alveg upp á hnakkaspik, sko. Ég sé bara ekkert fram á að þú getið haldið áfram í fjórða bekk. Getið ekki bara farið í sumarskóla? Sko, kennararnir segja það að þú mætir illa. Þú ert ekkert að taka neinn þátt í tímu, þú ert bara þarna á Facebook og fótbolta.net og eitthvað svona. Já, en... Það ekkert, það ekkert enn í þessu. Annaðhvort þú á leiðinni í VFMA eða taka bekkinn aftur. Sjáum til Þú hugsaði mál hérna. Það gengur ekki svona. Þau segi get ekki farið í fjórða bekk. Þau bara geta mig, ekki meir. Ég veit þau vilja mig burtu. Þau vilja fella mig. Ég mætti aldrei en ég laug út vottorðið. Og núna ég á. Ég er á fjórða árinu. Þau vilja fella mig út. Það eins og ráðgjafi hafi gefið eftir hjá mér. Já, vitandi eins og aðrir starfsmenn að ég og mínir halda áfram hér. Já, allir halda að við förum eftir þessa, já, eftir þessan. Nei, ég vild við gætum verið hér ævilangt, gætum verið hér mannsævi. En ég er á fjórða árinu. Þau vilja fella mig út. Því ég náði hvorki upptökun ég prófinu. Því ég náði hvorki upptökun ég prófi. Þau vildu mig fella, láta strákinn finna fyrir því. Það tókst ekki en ég skal segja ástæðuna fyrir því. Jón Már hann frændi minn, hann kom í mína fermingu. Ég satt jú þessa tíma en ég man ekki eftir helmingnum. Mætti tíma 12, óboðin ef að vel sofin. Enga glósur en með fótbolta.net opið. Arnar Már Arngrímsson hendi mér út. Því ég barn með keks baby GTA 3. Ég var sviptur þeim hlutum sem maður lifir ekki án. Tóku frá mér Facebook, þurft að twitta mig í gang. #hangs og leiðindi maður. Fyrsti dagur vikunar, veikindadagur. Á toppnum fannst ég flottur en ég var samt engin gottur. Alltaf inn á skónum, vinnur sér mig ekki á sokkum. Emma númer 1 og við eigum það númer. Ég væri lúmst til í það að vera eilífri stúlka. En ég er á